gera það. En það bara mikil ánægja að vera með ykkur í dag og það hvíldardagur Drottins og ég að hugsa svona eftir langa vinnuviku allavega hjá mér, þá finn ég bara svona hvíld í hvíldardaginu þrátt fyrir að við höfum kannski bara nokkra klukkustundir til þess að hvílast en að nota þennan dag og þann hátt að við bara göngum inn til hvíldar Drottins. Og í dag þá heitir predikunin mín, hún ber yfirskriftina Truflanir lífsins. Og það þannig að það svo margt sem truflar okkur í lífinu. Það svo margt sem kemur upp á. Það svo margar árásir líka. Og mörg ekki kannski vita hvernig perlan verður til. En hún verður til á mjög einstakan hátt. Hún verður einmitt til við truflun eða við eins konar árás. Það þannig að sandkornið það gerir leið sína inn í skel eða inn fyrir skelfisksins og vegna þess að þetta svo mikil truflun fyrir skelfiskinn að fá þetta sandkorn inn fyrir að þá byrjar skelfiskurinn að húða þetta sandkorn og það húðar það klæðir sandkornið alltaf meira og meir og með alveg mjög sérstökum efnum sem ég kann ekki alveg nefna, en þetta gert á einstakan hátt. Og það nú þannig að sama hvað menn hafa reynt að líka eftir perlinni og gerð hennar, að þá það ómögulegt. Það ekki hægt að líka eftir gerð perlinnar svona í höndum mannana. Þessi einstaka gerð perlunnar fer fram þarna innan veggja skeldýrsins og það svo athyglisvert að skoða það hvað skeldýr einmitt gerir við þessa truflun. En við ætlum að tala truflanir lífsins einmitt í dag. Og í einu bænahópnum sem að ég með á 50 dögum, það koma saman yndislegar konur. Þar höfum við einmitt verið að skoða trú og trúarreynslur á síðustu viku og ég sagði ykkur frá því síðustu viku líka. En þar í þessari viku vorum við einmitt að skoða vissar truflanir sem átti sér stað í lífi Jakobs. Og ekki bara Jakobs, heldur þeirra kvenna sem að Jakob eignaðist. Það Lea og Rakel. Og vegna þess að í raun og veru Lea var svolítið svona, Laban faðir hennar, hann í raun og veru svindlaði á Jakob og gaf honum fyrst Leu. Hann hélt að hann ætti að fá Rakel en hann gaf honum fyrst eldri dótturina og hann gat ekki vita að þetta var hún því að hún var klædd sínu skarti á brúðkaupsdaginn. Þannig að Jakob vissi ekki hvað eiginkona var að koma þar en hann gerði ráð fyrir að það væri Rakel en það var Lea. Svoleiðis að það voru, hún var svindlað á honum. En þá það þannig að Laban ákveður aftur á móti líka að gefa Jakob Rakel strax á eftir en Jakob, ég talaði um því síðustu viku, þurfti að vinna í 14 ár alls til þess að eignast Rakel. En hann fékk Leu líka. Og þarna eru komnar 2 konur inn í hjónaband með Jakob og það eins konar svona ástarfríhyrningur sem á sér stað. Og við vorum að fjalla þetta. Fjallum þær truflanir sem að urðu á þeirra vegi. Og það var ekkert óskastaða fyrir neitt af þeim í raun og veru þegar við lítum á söguna. En það sem við vorum líka að skoða í vikunni var hvernig glímdu þau við þessar truflanir og hvað hefðu þau geta gert öðruvísi. Og það svo mikið svona mér hugleikið þegar ég til að mynda lítið baka á mitt líf. Hvernig hefði ég geta gert ýmislegt öðruvísi og tekist á við lífi öðruvísi? Já, hvernig hefði ég geta breytt sandkorni jafnvel í perlu oft á tíðum í mínu lífi. Og þegar við skoðum líf Leu, að þá var Lea ekki bara saklaus þáttakandi þegar upp í staðinn, þegar við förum að skoða söguna nánar. Lea var þáttakandi í þessu svindli. Hún fór inn í þetta, jafnvel þótt faðir hennar hafði ráðið ferðinni, þá fór hún inn í þetta vilju. Og það getur margar hugsanir hafa verið búin að fara gegnum hug Leu þar á undan því að hún sá hver Jakob var búin að vera í 7 ár fyrir Rakel, hann var yndislega ástfangin af Rakel, en samt hún villig til þess að láta plata sig inn í þessa ráðagerð föður síns
og særa systur sína á þennan hátt og Jakob. Hún hefði getað látið boð ganga og sagt til að mynda Jakob, pabbi ætlar að svindla á þér. Hún hefði getað gert ýmislegt, það ekki eins og hún sé saklaust þáttakandi. Nú, hver var hlutur Rakelar? Við sjáum í sögunni að systurnar byrja að berjast innbyrðis. Þær berjast og berjast. Á hvað hátt? Jú, þær eru ekki, þetta er auðvitað ástarþríhyrningur. Lea að berjast ást Jakobs líka og Rakel, hún sér þessa truflun þarna. Lea, hún átti aldrei að vera þarna inn í þessu hjónabandi. Og þær byrja að eignast börn í raun að vera víxl, en því Rakel getur ekki eignast barn, þá notar hún ambátt sína. Og þær byrja að nota ambáttir sína, þannig að að lokum verða 4 konur sem eignast barn með Jakob. Og ég að hugsa, þegar að þær stóðu frammi fyrir þessum vandræðum, þessum truflunum lífsins, hvernig fóru þær að og hvernig fór Jakob að? Nú, þau gripu til sinna eigin ráða. Þau fóru að eigin hyggjuviti og það er aldrei gott þegar við ákveðum að grípa til eigin ráða. Og ég veist að við öll höfum upplifað margar stundina sem að við höfum bara gripið til okkar eigin ráða og hugsa hvað langar mig að gera, hvað vil ég? Við stoppum ekki og förum og spyrjum Guð og leyfum honum að leiða líf okkar. En það er einmitt sagt í Mattheusi í 13. kafla og þar talar það að perluna mitt, að líkt er himnaríki mann sem leitaði að fögrum perlum. Og þegar hann fann hana, þá fór hann og seldi allt sem hann átti. Og það er þannig, vinir, að það skiptir máli á hvað vegferð við erum. Erum við að leita að þessum fögru perlum í líf okkar, eða erum við bara svona einhvern veginn að líða áfram í lífinu? Og það er þannig að orð Guðs líkir þessari vegferð við að það er eins og líkt er himnaríki eins og þessum að leita að fögrum perlum. Þannig að í raun og veru þegar að truflanir lífsins komu upp, að þá erum við að leita eftir því að snúa þeim yfir í perlur en ekki sandkorn eða truflanir. Við leitum eftir þessum perlum lífsins og þegar við höfum fundið þá er það sem skiptir okkur öllu máli og það er að snúa öllu yfir til Guðs. En það eru fleiri einstaklingar í Biblíunni sem að hafa orðið fyrir truflunum og árásum og óréttlæti og við öll verðum fyrir því dagstaglega. Nú, Sál konungur, þegar hann er á að vera krýndur konungur, þá segir frá því að það voru ekki allir sáttir við það. Allir sáttir við þessa ráðagerð. Og eitt af því sem að Sál lærði að gera var að hrista það svona af sér. Og það segir í 10. kafla í fyrri Samúelsbók að það segir hérna að það voru vissi menn sem fyrirlitu hann og færðu honum engar gjafir þegar hann krýndur konungur. En það segir, en hann lét sem hann vissi það ekki. Svo Sál konungur, hann hristi af sér neikvæðni lífsins, hristi af sér truflanir lífsins. Og ég svolítið að spyrja sjálfa mig oft þessa dagana, hversu oft hefur mér tekist í lífinu að hrista af mér truflanir lífsins eða jafnvel að búa til perlur úr þeim. Og hvað þýðir það að búa til perlur úr hlutunum? Jú, við skulum komast aðeins nánar að því. Í sögunni Lea og Rakel til að mynda, þá var heilmargt sem þær gátu gert til að snúa þessum erfiðu aðstæðum sínum, þessum ástarþríhyrningu upp í eitthvað allt annað. Jú, ég talaði um hvernig Lea hefði getað varað Jakob við, en annað sem hún hefði líka getað gert, í þessu 7 ár sem hún var búin að sjá að Jakob var að vinna fyrir Rakel, að þá hefði hjarta hennar svona fyllst sjálfsagt af öfundsýki og vonbrigðum. Því að það segir nefnilega á öðrum stað að Lea hefði verið svona dauðeygð og ekki eins fríð sínum,
En Rakel hefði verið fríð sínum og vel vaksin. Biblían tekur þetta fram. Svoleiðis að það var eitthvað svona verulegur munur á þeim tveim og maður einhvern veginn getur ímyndað sér það í þessi 7 ár sem Jakob að vinna fyrir Rakel að þá fyllist hjartar Lea alltaf statt og stöðugt að öfundsýki og vonbrigðum. Hvernig hefði Lea getað snúið þessum truflunum lífsins yfir eitthvað gott? Jú, þegar við snúum okkur til Guðs þá hefur Guð alltaf eitthvað fyrir hvert og eitt okkar. Það aldrei svo að eitthvað líður fram hjá okkur og eitthvað sem einhver annar að gera, einhverja hæfileika sem einhver annar hefur, að Guð hafi ekki eitthvað fyrir okkur líka. En þá það hvernig förum við með þessi samkvæmt, hvernig förum við með þessar truflanir, jafnvel árásir, því að mörg okkar verða líka fyrir allskyns árásum í lífinu. Og þannig að við sjáum það að til að mynda Sál þegar hann akkurat hvítur konungur, hann ætlar ekki að láta þetta trufla sig. Ég ætla að fara yfir í annan einstakling í Biblíunni sem lét heldur ekki neitt buga sig eða trufla sig og sneri svona reynslu lífsins yfir í perlur. Það Davíð. Og þegar Davíð var ungur aldri og fór að berjast við Góliat, að þá hlógu menn að honum. Hann var lítill eða hann var ungur, ekki endilega lítill en hann var ungur á árum og Sál konungur með þess að sagði hann, hvað ætlar þú að gera? Þú getur ekkert á móti þessum risa. En þá það sem hann svarar, Davíð, hann svarar þessum orðum að ég kem í nafni drottins og það svo yndislegt að sjá það hvernig Davíð ákvað að treysta ekki á sjálfan sig. Hann sá að það var veruleg áskorun í lífinu en hann vissi hvern hann gat sett traust sitt á. Svo að ég að spá í því svona í lífi okkar. Á hverju þessar sögur þarna í Biblíunni fyrir okkur? Á hverju vill við raða upp þessum sögum trú og trúarreynslur og allt það sem þetta fólk var fyrir? Það ekki nema þegar við förum að lesa gaumgæfilega þessar sögur að við förum að hugsa, hvað myndi ég hafa gert í þessum sporum? Hefði ég vilja vera einstaklingur sem barðist á móti Góliat þegar allur líðurinn hræddist hann? Hvað segið þið? Hvernig myndi þið bregðast við slíkum aðstæðum? Kannski einhver Góliat í þínu lífi í dag sem þú þarft að berjast gegn? Og kannski ekki að berjast gegn í eigin nafni, því að það sem Davíð sagði, bardaginn drottins. Davíð hafði komist að því ungur að aldri að þetta snerist ekki hann sjálfan. Þetta snerist að varpa öllu yfir á Guð. Svo að þegar hann fór á móti risanum, það bardaginn var ekki hans. Bardaginn var drottins. Og í Sálmunum 32:8 þá segir einmitt þetta, drottinn segir þetta við okkur þar. Ég vil fræða þig og vísa þér veginn þú átt að ganga og ég vil kenna þér og hafa augun á þér. Svona vil drottinn vera nálægur okkur, hann vil fræða okkur á hverjum tími okkar lífi, hverjum degi. Hann vil vera svo nálægur okkur að við eigum ekki að óttast neitt. Hann vil vísa okkur veginn. Við þurfum ekki að láta þessar truflanir lífsins að endalaust hafa áhrif á okkur. Og það svo að eitt af þeim áskorunum sem til að mynda ég gæti sagt við ykkur eða truflun sem mér finnst ég hafa orðið fyrir lífinu ekki endilega kannski heilsufarslegar eins og sumir þurfa að gangi gegnum mikla sjúkrasögu í lífinu og það eru vissulega truflanir og erfiðleikar og áskoranir og árásir. Það frekar það þegar ég lít tilbaka að ég sé að það yfirleitt fólk í mínu lífi sem hefur orðið til þess að truflanir hafa orðið í mínu lífi. Fólk annarkvort sem hefur sært mig, fólk sem hefur ekki verið með mér, heldur kannski á móti mér. Já, fólk hefur verið svona mín helsta áskorun og helsta truflun. Og ég viðurkenni það bara að ég hef oft látið fólk fara inn fyrir skelina mína. Og það hefur fengið að hrærast þar og grufla inn í mér svona svipa og skelfiskurinn ef hann myndi ekki gera neitt til þess að mæta óvininum, þessu samkortin sem fer þarna inn.
Og í árum saman þá skildi ég ekki hvers vegna sumt fólk það gerði það sem það gerði. Hvers vegna sagði það sem það sagði. Hvers vegna móðgar það mann eins og það móðgar mann eða reynir að setja stein í götum hans. Af hverju fólk svona? Ég trúði lengi vel að ef ég væri bara góð við aðra, þá myndi aðri vera góð við mig tilbaka. En ég varð að komast að öðru að þetta snerist ekki um annað fólk, þetta snerist hvað gerði alltaf ég að gera við sandkornin sem komast inn fyrir skilina mína. Og það segir einmitt líka í Biblíunni og Jesús talar sérlega það. Hann segir, kastið ekki perlum fyrir svín. Þegar við förum að lesa perlur, hvað perlur að finna í Biblíunni, að þá talar þessa dýrmætu reynslur okkar. Ég vil trúa því að Jesús hafi verið að meina þetta svolítið djúpt, að þegar við höfum okkur tekist að láta þessi sandkorn verða perlum í líf okkar, að það hefur ekki að kasta því fyrir neinn. Við höfum að varðveita þessar perlur innra með okkur. Og vitið það að stundum þegar að skeljar eru opnar, þá eru gríðarlega margar perlur þar að finna. Ég man ekki eins og ég sá einhvern tímann, sko það var eitthvað met sem ég sá einhvern tímann af perlum inn í einni skel. Þannig að það ekki bara svo að ein skel framleiði bara eina perlu. Stundum eru árásirnar gríðarlega margar í lífi okkar og það geta komist mörg sandkorn hérna inn fyrir og reynt að trufla okkur. En vitið að Biblían, hún okkar haldreipi og sögurnar hér snúast í raun og veru einfaldlega svona stærsta leyti það hvernig við eigum að glíma við þetta líf. Og Guð vill vera okkur svo nálægur í þessu stríði, í þessum truflunum lífsins. Og vitið það að Biblían í Jesaja 40. kafla og 31. versi, að því að sko, það svo yndislegt hvað mikla uppörvun að finna í Biblíunni og þannig hef ég einhvern veginn svona svolítið snúið mínu reynslum yfir í það að leita þessum uppörvunum í Biblíunni. Að ekki bara að hugsa sem svo, þetta líf, það svo erfitt, það svo margt sem gerist, það svo sárt og erfitt. Nei, ég fer og í dag snýr öllum sandkornum upp í hvaða lausnir get ég fundið. Í dag hef ég ákveðið að snúa öllu í mínu lífi upp í lausnir. Jó, það allt í lagi að tala erfiðleikana. Af því að svona, já, það kannski svolítið svona eins og að gráta. Það nauðsynlegt að fá að gráta. En við grátum ekki að eilífu. Við þurfum að finna lausnina. Og í Jesaja 40. kafla og 31. versi, þá segir að veist þú þá ekki, hefur þú ekki heyrt. Drottinn eilífur Guð, skapað hefur endimörk jarðarinnar. Hann þreytist ekki. Hann lýgist ekki, speki hans órannsakanleg. Hann veitir kraft hinum þreytta og gnóðan styrk hinum þróttlausa. Ungir menn þreytast og lýjast og æskumenn hníga, en þeir sem vona á Drottinn fá nýjan kraft. Þeir fljúga upp á vængjum sem ernir, þeir hlaupa og lýjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. Og það svo gaman þegar maður sér eitthvað sem í Biblíunni, eins og til að mynda Drottinn líkja okkur við erni. Og vitið það, þá hef ég gaman að því að taka svoleiðis efni og skoða hver eru einkenni þessara dýra sem eru ernir. Og það sagt að ernir hafa jafnvel fundist í 20.000 feta hæð. Þeir fljúga svo hátt. Og það líka annað sem að gera stundum lífi, hvað sem Arnarins, þakkaði mér í málfræðina, að krákurnar, það sem krákur eru að finna, að þær reyna stundum að ergja örninn. Og hvernig reyna þær að ergja? Þær kroppa í hann og reyna að vera svona fyrir honum og vera á hans svæði. En örninn, hann hefur öðlast einhverja innri visku sem það, hann veit að hann þarf ekki að hafa áhyggjur af krákunni. Sama hversu mikið hún gargar og hún getur látið hátt í sér heyra, örninn veit að hann á svona leynivopn sem það, hann getur svifið hátt og upp yfir erfiðleikana, yfir þessa truflun, yfir þetta sem að trufla hann, sem krákan. Og ég að hugsa sjálfa mig, ég vil alltaf beina sem fyrst
sjálfur mér á henni, ég get predikað til einhvers annars, að það er tækifæri á hverjum degi til að láta þetta lofar Drottins í Jesaja rætast í okkar eigin lífi, að þegar að við verðum fyrir truflunum lífsins, vonbrigðum, áhyggjum, sjúkdómum, hvað sem við verðum fyrir, að höfum þetta leynivopn sem að svífa upp eins og örninn. Og stundum þurfum við að svífa hátt, jafnvel upp í 20.000 feta hæð. Því að hvað sjáum við þar? Hvað sjáum við hátt upp í himninum? Jú, vandamálið þau verða eins ofursmá, eins og þau geta orðið. Og við sjáum bara hærra og hærra. Og þannig vill Guð vera nálægur okkur í hverju einasta máli. Nú, ég get sagt ykkur það, ég er nýkomin úr erfiðri vinnuviku. Það sem ég er að vinna, þar þarf ég að glíma með alls kyns fólk, líka samstarfsfólk. Það er ekkert alltaf auðvelt. Sumir eru eins og sandkorn í minni skel, get ég alveg sagt ykkur. Og hvernig kemur það upp? Það kemur upp í alls kyns leiðilegum athugasemdum. Það kemur í því að fólk, það virðir mann ekki. Það segir eitthvað sem er særandi. Jú, það kemur líka fram í því að sumt fólk það hefur ekkert að gefa. Og þá reynir á okkur frá degi til dags að búa til eitthvað úr þessu sem er dýrmætt. Og eins og perlan verður ekki til á einni nóttu, að þá þurfum við að húða hana aftur og aftur. Og það er það í Biblíunni að við þurfum að gefa því kærleik. Það er kærleikur og kærleika ofan. Að þetta sama fólk voru að ergja okkur og pirra okkur eða særa okkur. Og við þurfum að snúa reynslinu upp í það, hvernig get ég elska þessa manneski. Og það er ekki auðvelt, vinir. Það er ekki auðvelt að elska þá sem elska okkur ekki. En hvað sagði Jesús? Þér elskið þá sem elska yður. Hvaða þökk eigið þið fyrir það? Það gerir jafnvel heiðingjarnir. Því að það er svo auðvelt að elska þá sem elska okkur. En við sem erum kölluð til þess að lifa þessu lífi á annars konar hátt, heldur heiðingjarnir. Við erum kölluð til þess að yfirvinna hluti sem að fólki hérna úti á í mesta basli við, sem er að elska, yfirvinna, fljúga hátt og treysta Drottni. Þannig segir það í Biblíunni líka að regn fellur á réttláta jafnt sem er rangláta. Það verða alls kyns hlutir sem koma fyrir ykkur, jafnt sem þá sem trúa ekki. Hvernig ætlar þú að breyta þessari reynslu yfir eitthvað gleðilegt? Ætlar þú að læra að dansa í rigningunni? Eða ætlar að læra endalaust að kvart yfir henni og tala hana ár eftir ár, hversu vont það er að hafa þessa rigningu? Nei, vinir, Guð vill að við gerum eitthvað á hverjum degi við þessar truflanir sem koma upp í líf okkar. Og það segir líka í Mattheusi, og það er í 5. kaflanum, að við eigum að vera svo salt og ljós, og mér langar bara að lesa það fyrir ykkur beint. Því að það er svo yndislegt þegar Drottinn er að tala við okkur. Við megum ekki bara taka þessum orðum svona og spóla yfir þau. Við verðum að skilja hvað gerir saltið og hvað gerir ljósið. Við þurfum að fara inn í djúpa biblíurannsókn þegar Drottinn er að tala við okkur. Og vitið, þegar þið gerir það, þá fáið þið svo margar perlur út úr þeirri biblíurannsókn. Og það segir í Mattheusi 5. kafla, þér eru salt jarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það er þá til einskis nýtt. Menn fleygja því og troða undir fótum. Þér eru ljós heimsins, heldur hann áfram. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikvarða, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsum. Þannig lýsir ljós yðar með mannana, að þeir sjáu góð verk yðar og vegsami föður yðar sem er á himnum. Vinir, góðu verkin okkar, hver eru þau? Snýst trúarlífi bara að vera svo góður og gera eitthvað gott? Nei, það snýst ekki bara það, en það á að vera ljóst í líf okkar, að við meðhöndlum lífið okkur annan hátt heldur en aðrir. Við eigum að meðhöndla það öðruvísi. Við eigum að snúa þessum samstarfsmanni sem að trufla okkur yfir í jafnvel einstakling sem við getum elskað djúpt og innilega.
Við eigum að taka sér áskoranir og gera þær að einhverju sem bragðir að, eins og saltið. Það gefur seltu. Hvað á að gera við okkur þegar við höfum ekki lengur neitt salt að bera þessum heimi? Eða neitt í ljós. Og það er slokknað á okkur. Af því hvað? Af því sandkornin eru svo mörg og þau trufluðu þau svo mikið og gerðu þau svo pirraðan og argan og vonlausan. Nei, vinir, Guð hann hefur miklu betri leið. Hann biður þig að gefa kærleika inn í þessar aðstæður. Hann biður þig að vera fyrri til. Hann biður þig að vera svo sál sem sagði að hann veitti þessu engan gaum. Öllum óvildamönnunum þarna úti, því að þeir munu verða margir, sama hvenær á hvað aldri þú ert. Hvort þú ert ung drengur, ung stúlka eða gamall maður eða gömul kona. Þessir óvildarmenn þeir eru allstar, út allt. Lífið bara þannig. En vinir, ég líti á þessar sögur í Biblíunni, ég fer aftur og aftur í þær og það er svo gaman að skoða sögurnar þetta fólk, hvernig Guð var að taka þessa einstaklinga, fáa einstaklinga til að byrja með og búa til úr þeim Guðs þjóð. Og það var ekki alltaf auðvelt fyrir þau að sjá ljósið, svo að segja. Og mér finnst það samt svolítið skrítið að þegar ég er einmitt að tala við þessa bænahópa mína, að þarna erum við að lesa fólk fyrir mörg þúsund árum síðan, Guðs fólk. Og maður er að hugsa, af hverju skildu við ekki að vilja vera að koma lengra leið heldur þau sem voru stödd í þessum sporum, að geta ekki snúið þessum erfiðu truflunum lífsins upp í eitthvað betra. Því að þau gerðu mistök eftir mistök eftir mistök. Og það urðu svo mikla flækjur. Hugsa ykkur eins og frá afkomu til þess að 4 kvenna urðu að 12 kynkvíslum Ísraels. En það var ekki áætlun Drottins að það skyldi vera svo. En Guð vann í gegnum truflanirnar. Því að Guð er þannig. Hann lýgist ekki. Hann þreytist ekki. Og hann heldur áfram að vinna gegnum líf okkar þegar að við erum búin að þreytast, þegar við sjáum enga lausn, þegar við höldum að þetta sé eintóm sandkorn, að þá heldur Guð áfram að vinna og það er svo stórkostlegt að sjá hvernig Guð mætti þessu fólki